Komið þið sæl, við byrjum á þessari tunglmynd sem að var tekin af landinu klukkan hálf eitt í dag og það sést nú margt merkilegt á henni en það má til dæmis sjá að það sást hér radararnir á Suðurlandi og einnig fyrir austan sáu svolítið úrkomu hér fyrir sunnan og yfir landinu, fyrir sunnanland og yfir landinu og þessi skil sem að radarinn mælir hérna, þau eru svona tiltölulega langt frá landi en sjást þó að því það er ekkert annað sem að hindrar sýn radarsins á þessi skil en skilin koma frá þessari lægð sem við sjáum hérna lengra út á Grænlandssundi. Þau ganga síðan hérna alveg til austurs fyrir sunnan land og hafðu áhrif á veðrið í Færeyjum og jafnvel á Skotlandi í dag. En við sjáum að yfirlitskortinu og að kerfið sem er yfir landinu það er mjög víðáttumikið og svona lætur aðeins á sér kræla líka á Skotlandi en það er síðan ný bóla sem kemur inn í þetta lægðakerfi og þar eru nokkrar miðjurnar sem við sjáum í kerfinu næstu daga. Það er nú ekki útlit fyrir að það verði mikið að vera í kvöld og nótt en síðan sjáum við það hvessir þegar líða tekur á morgundaginn. Það eru gular viðvaranir vegna hríðar í gildi síðdegis á morgun og fram á aðra nótt og síðan föstudags morgun og síðan helgina er útlit fyrir hvassa austanátt mjög víða á landinu, talsverða ofankomu, ýmist snjókomu eða slyddu en allavega eins og spárnar líta út núna þá gæti svona suðvestur hluti landsins sloppið alveg þokkalega. Á þessari hreyfimynd sjáum við hvað þessi skil eru svona lítil og mjó hérna rétt suður af landinu. Þau hins vegar eru tiltölulega þétt þegar þau ganga upp á landi þannig að það gæti orðið svona einhver talsverð snjókoma með þeim ef þau ganga og þegar þau ganga inn á land. Tímasetningin er hins vegar svolítið óljós en eins og ég segi þá er búið að gefa út viðvaranir vegna hríðar á sunnanverðu landinu síðdegis á morgun. En í fyrramálið þá er þetta allhvass austan og norðaustanátt, svona 10-15 metrar á sekúndu mjög víða yfir landinu. Það er talsvert frost í fyrramálið og einhver smá ofankoma kannski þarna allra yst á Snæfellsnesi. Það er líka kalt á norðvesturhluta landsins en er svona farið að draga úr vindi frá því sem að verið hefur og er útlit fyrir að verði bjartviðri á þeim slóðum á morgun en ekki þessi hríð sem að hefur nú verið ansi, dæmalaus undanfarna daga. Þá sjáum við loks norðausturland, það er heldur meira skýjað á þeim slóðum heldur en norðvestan til. Þá gæti verið eitthvað bjartviðri í Eyjafirðinum en það er nú líklega hvað kaldast svona í byggð allavega. En eins og þið sjáum þá er svona mildast út við ströndin en þó 4-5 stiga frost þar. Það er svipað sög að segja af suðaustanverðu landinu, það er allhvass norðanátt. Hún er þó heldur mildari undir Vatnajökli, akkurat eins og staðan er í fyrramálið. Heldur en víða annars staðar á landinu, en frostið er þetta svona 3-5 og jafnvel 7 stig. Síðdegis á morgun að þá sem sagt hvessir ansi hratt hér undir Eyjafjöllum og með suðurströndinni og síðan einnig í Öræfum og þarna gæti orðið 18-25 metrar á sekúndu í meðalvindhraða. Skilin eru þarna rétt úti við ströndina og það er ekkert ólíklegt að það élji aðeins leið og hvessir en mesta úrkoman virðist síðan ætla að koma inn ef leið og það lægir örlítið vindinn. En það gæti þess vegna orðið tiltölulega blint víða við suður ströndina, allavega frá Hvolsvelli og austur úr. Það er annars staðar á landinu yfirleitt bjartviðri, eins og sjáum það er áfram frost en það er svona tiltölulega hvasst fyrir utan suðaustanvert landið. Á föstudaginn er áframhaldandi hvassviður og líklega þessi snjókoma hérna undir Eyjafjöllum og síðan með suður ströndinni en síðan herðir á vindi og fer að snjóa eða rigna á austanverðu landinu líka og það er svona búist við einhverju úrkomi í flestum landslutum þegar líða tekur á. Á laugardaginn sjáum við að það talsverð ofankoma víða land helst að það sé skjól frá úrkomi í austanáttunni á vestanverðu landinu, frost víðast hvar en líklega hiti yfir frostmarki hér við suðaustur ströndina og þar er þá úrkoman sennilega á formi slyddu. Þetta heldur svo áfram á sunnudag, talsverð ofankoma allvíða, líklega slydda á láglendi austan til á landinu en snjókoma annars staðar þarna er talsverður vindhraði líka með þannig að það er svona útlit fyrir að þetta bjóði upp á talsverða hríð. Þetta þýðir enn og aftur að þau sem ætla að vera á ferðinni á milli landshluta þurfa að fylgjast mjög vel bæði með veðri og færð helgina. En það er sem sagt gular viðvaranir í gildi síðdegis á morgun á sunnanverðu landinu en bjartviðri annars staðar verið sæl.